Velkomin aftur í föstudagsþáttinn. Nú hefur við fengið til okkar í sófann flugmann, frekar ungan að árum myndi ég segja. Það hann Gunnar Ingi Lárusson. Hjartanlega velkomin. Takk fyrir. Takk fyrir að koma. Ég var svo forvitin þegar ég las viðtal við þig að þú værir kannski, ertu yngsti flugmaður Íslandssögunar? Hefurðu kannað það? Ég hef ekki kannað það. Nei. Ég allavega yngstur hjá þessu flugfélagi Icelandair sem ég að byrja hjá. Já. Sem stendur. Já. Þannig að Þú sagði mér áðan að þú bara ákvast 12 ára að verða flugmaður. já. Hvernig kom það til? Viltu að segja okkur það? Heyrðu, ég slysaðist á flugdaginn niður á flugvelli. Já. Tók þar þátt í einhverjum svona leik og vann útsýnisflug hérna yfir Akureyri. Já. Og mætti í það náttúrulega gríðarlega spenntur og fékk að prófa að grípa í stýri og þá var þetta alveg selt sko. Það var bara engin leið tilbaka. Það var ekki hægt að snúa tilbaka sko. Hvað var þetta? Hvað var svona magnað? Það bara frelsið og einhvern veginn, ég hef alltaf verið svona algjör vélakall og annað komið einhvern veginn bara allt saman í þetta sko. Já. Og hvað gerðirðu þá? Fórstu bara svona að kynna þér hvernig þetta myndi geta orðið að veruleika eða? Já, ég fór í rauninni bara beint í að skoða bæði fjárhagslegu hliðina og í rauninni hvað maður þyrfti að vera gamall og hitt og þetta. Hvað þarf maður að vera gamall til að byrja að læra? Sko, til þess að byrja að læra einkaflug ertu svona 15, 16. Þú þarfst ekki að vera með bílpróf? Nei, þú þarft ekki að vera með bílpróf. Er það ekkert skrítið? Það var frekar skrítið að ég mátti flugvél einn áður en ég mátti keyra bíl. Mér finnst það stórmerkilegt. Það kom svona mörgum á óvart. Já, en kannski máttu ekki vera með fulla véla fólki þó þú megir fljúga, eða hvað? Nei, í rauninni ekki. Þú getur ekki fengið sko, einkaflugmannsleyfi fyrir svona 17. Já. Og þá máttu fara flytja í farþega bara vin og vandamenn. Þannig að þú byrjaði bara leið og þú gast byrjað? Já, ég meira þess að náði að smygla mér inn í sko, svifflug sem ég byrjaði þegar ég var 14 ára. Já. Og það var mín leið til þess að koma mér inn í þetta. Komast upp í loftið? Já, akkurat. Og það var svona, einmitt, margir að talað að það sé góður grunnur sem ég tek alveg undir. Sko svifflug, þá ertu ekki með mótor í vélni? Eða hvað? Nei. Þá ertu bara dregin, svo þér bara sleppt og þú bara bjargar þér? Það er svolítið svoleiðis. Lentur aldrei neinum hremmingum með það? Nei, það gekk bara nokkuð stórslysalaust fyrir sig. En maður bara einhvern veginn einmitt lærir rosalega mikið á grunninn í því. Þá hefur maður ekki þetta öryggisnet og þá hitt svona eftirleikurinn auðveldari. Já. Og svo dreifstu þig gegnum VFMA, er það ekki rétt? Jú, það passar. Hvernig tókstu hann? Hann skóla í nefið? Ég fékk að taka þarna nokkra áfanga meðan ég var ennþá í 10. bekk. Já. Tók nokkra áfanga þá og kláraði próf. Síðan í rauninni bara byrjaði ég, tók fyrstu önnar nokkuð bara venjulega og ákvaði eiginlega síðan að vilja drífa í þessu. Var það bara því að þér lá svo rosalega að verða flugmaður? Já, eiginlega. Það er eiginlega bara, ég gat eiginlega ekki beðið mikið lengur. Okay. Já, og ég fekk að skráða mig í fjarnám og fylla stundatöfluna mína og bara reyndi að skipulegja þetta rosalega vel. En stoppaðu nú aðeins því að þú ert þarna á þessum tímapunkti, ertu líka safnaði fyrir flugnáminu, er það ekki rétt? Jú, það passar. Og hvað gerður til að fá pening? Ég bara vann, skúra og bera út blöð og bara allt sem þú komst í? Allt sem ég komst í. Og svo bara skipulagðir þig vel, eða hvernig? Já. Og síðan var bara skóli til 4 og svo vinna og svo fjarnámið og svo sofa. Ekki brjálæðislega mikið félagslíf kannski? Ekki á þeim tíma. Það er orðið meir í dag. Já. Þetta var bara einbeittur svona, ekki brotavilji, en einbeittur vilji til að klára eitthvað. Já. Okay. Það er ekki allir sem að kannski fungera svona, þetta er alveg aðdáunarvert. Já. Og hvað, svo klárar við VFMA á 2 árum og hvað gerist næst? Svo fer ég í rauninni bara að safna tímum hérna fyrir norðan, flýg bara hérna eins og enginn var morgundagurinn og flyst síðan á Reykjanesi þá haustið. Fer í bóklega atvinnuflugmanninn í Keili, flugakademíu Keilis. Og klára það, vorið þar á eftir, það var bara 1 vetur að klárast og safna þá í rauninni fleiri tímum þá sumarið og síðan ákveðum við 3 saman að flytja okkur til Ungverjalands til að fara í verklega atvinnuflugið. Af hverju gerðu þið það? Það var í rauninni bara til þess að komast hjá veðrinu á Íslandi og náttúrulega líka vegna af því að það er svo mikill uppgangur hérna þá er orðið lítið af flugkennurum eftir. Já, þetta var líka partur af því að komast hratt svona að fá tímana sína og klára þetta. Og drífa svolítið í þessu. Og líka ódýrara og bara líka lífsreynsla. Prófa eitthvað annað. Ævintýri líka í útlöndum. Alltaf flogið. Var það góður tími? Þetta var mjög skemmtilegur tími og við
komum okkur mjög vel saman og prófa svona nýtt umhverfi og nýtt tungumál og Töluðu þá var þetta alltaf á ensku eða þurftuð að fara? Já, það á náttúrulega alltaf að vera á ensku en það voru kannski ekki allir þeir bestu í enskunni þarna úti. Þannig að kennararnir þurftu kannski stundum að grípa inn í og spjalla á ungversku og við vissum ekkert hvað var að ske. Það var svolítið öðruvísi. Já, en gott í reynslubankan. Já, algjörlega. Og hvað, svo ertu að klára þetta allt saman þarna úti? Ég kláraði sérst í janúar 2017. Já, það er bara í fyrra. Það er bara í fyrra. Kem síðan heim og ákveð þá að fara í flugkennaranám. Þá ætlar að vera flugkennari. Hvernig kom það til? Það einhvern veginn bara, það var orðið svona millibilsástand, maður var svona búinn að missa af ráðningunni fyrir síðasta sumar og fyrirsjáanlegt að það vantaði kennara og ég rauninni bara margir félagar sem mældu með því. Þannig ég ákvað bara að drífa mig í því og það er eitthvað svona sem maður bara bætir ofan á allt saman. Og hvenær lýkur þú svo því námi, flugkennaranámi? Það er ekki nema svona, það var ekki nema 2-3 mánuðir, þannig að það var búið í mars. Og þá fór ég rauninni bara beint í að kenna. Hérna á Akureyri? Hérna á Akureyri, já. Og var í því alveg... Varstu kannski oft yngri heldur en nemendum þínir? Það kom oftar en ekki fyrir. Ég hef kennt nemendum allt frá svona 15 ára upp í 80 pluss. Já. Þannig að það er allur skalinn. Vá. Voru menn ekkert smeykir að setjast upp í vél hjá svona ungum kennara? Ekki smeykir, en þessir eldri voru kannski áttu erfitt með að taka leiðsögn stundum. Áttu erfitt með að einhver stráklingur var að segja hvað er hægt að gera. Þannig að fólk er að læra að fluga á öllum aldri? Algjörlega og fólk byrjar alveg bara hvenær sem er í þessu. Og þarna, þú starfaði við þetta bara hvað, alveg í heilt ár eða? Já, í rauninni, allt upp undir ár, cirka. Var í þessu, var rosalega gott ár í fyrra í kennslunni, margir að læra. Þannig að náðum að safna rosalega vel við sem vorum að kenna í fyrra. Síðan í rauninni bara fæ ég þarna ráðningu hjá Icelandair í fyrra sumar. Þess að þá er ég ráðinn og er það búið þessast í þjálfun í nóvember. Já, því að það er ekki nóg að vera með þetta allt. Þú ert líka þjálfaði sérstaklega fyrir Icelandair. Já. Fyrir þær vélar þá eða? Já, þetta finnst fólki nefnilega stundum frekar skrítið. Já, þú ert ekki komið með þetta? Getur ekki bara sest upp í vél og flogið? Já, akkurat. Maður er í rauninni ekki með neitt þannig lagað í höndunum með atvinnum og skírteini. Og hefur verið í rauninni bara réttindin til að sækjum. Já. Og síðan ferðu þá í þjálfun á bara þær. Og er það þá bara eins og heilsársþjálfun viðbót eða eitthvað? Nei, þetta voru einhverju 2 mánuðir. Bæði bóklegt og verklegt í hermi. Og síðan aðeins á vélina líka. Og það kláraðist í byrjun janúar núna. Kom þá aftur bara og var að kenna. Já, bara fylla upp í gati þangað til þú byrjar að fljúga í maí? Já, í rauninni. Og veistu eitthvað hvert þú ert að fara að fljúga? Veit maður það eitthvað fyrirfram? Bara mallatrissur. Bara áfangastæðir Icelandair? Já, í rauninni. Það er í rauninni allt frá bara stuttum flugum til Evrópu, í lengstu flug til Bandaríkjanna þess vegna. Já. Áttu eitthvað draumaleið, eitthvað draumaflug? Ég hef nú ekki pælt í því. Nei, vill maður ekki bara fara sem víðast og sjá sem flest? Einmitt, það er akkurat það sko. Og ég er mjög hrifinn af hvað þetta er fjölbreytt. Já. Verður alltaf með eitthvað svona partner í stýrishúsinu eða færðu alltaf nýja samstarfsfélaga, veistu eitthvað hvernig það er? Það eru oftast nýjir og sérstaklega því að flugfélagið er orðið svona stórt. Það er náttúrulega róterast þetta rosalega mikið. Það er orðið rosalega margir í áhöfnum. Rosalega hlýtur að skipta miklu máli líka hvernig maður funkar í samskiptum. Algjörlega. Fyrir mjög þéttu samstarfið þarna. Algjörlega. Á mjög kannski krítískum mómentum stundum. Já. Þannig að það er gott að vera svolítið lipur og geta sagt það sem maður er að hugsa á. Já, og svona þóra að segja hugsin og svona. Það er mjög mikilvægt. Fáið þið þjálfun í því sérstaklega? Já, við í rauninni fáum þjálfun í þessu öllu, þessum samskiptum og hvenar við eigum svona aðeins að lúffa og hvenar ekki og eigum náttúrulega aldrei að lúffa kannski. Nei, en hlusta og taka inn. Já, taka inn og við erum náttúrulega að læra okkur heldur í mönnum en getum náttúrulega alltaf skotið inn í. Höfum nákvæmlega sömu þjálfun. Já. Þetta er stór, merkilegt og áhugavert og bara takk fyrir að koma til mín og gangiði vel í háloftunum í sumar og alla framtíð. Eitthvað að lokum, eitthvað svona framtíðar markmið svona, fyrst þú svona duglegur að setja þig markmið á náðum? Já. Markmiðinu er í rauninni náð, en bara stefna á að klifra upp stigann og innan fyrirtækisins. Hvað þýðir það? Ef maður er flugmaður að klifra upp stigann, er maður ekki bara flugmaður þá er maður flugmaður?
síðan verður flugstjóri einhver tíman. Já, Það er það er markmið. annað. Það kemur að því Já. eftir einhver ár. Nú ertu svona aðstoðar. Já, í rauninni. Já, ok. En frábært. Takk kærlega fyrir komuna. Takk fyrir að hafa mig.